today? Whatever you want. Tapir Frakklandi. Okkur tapir þessu. Frakkar eru betri en Íslandi í körfubolta. Held ég bara hverju mest að, já, við myndum spila við á 10 sinnum, það myndur líklega vinna okkur 10 sinnum með 30 og það er bara raunveruleikinn. Erfitt að vita það farandi inn í svona leik, hvaða mindset hefur maður? Jó, körfuboltan er náttúrulega þannig sport að þú getur ekki grísað inn marki í horni og svo pakkaði vörð sko, í 90 mínútur. Þú ert exposed ef þú ert með lélara lið heldur en hitt og þá, eins og þú sást í seinni hálfleik að þeir voru, þetta var bara þeir fóru, má segja að þeir hafi svona aðeins leikið sér að okkur bara í seinni hálfleik. Þeir biðu eftir mómentinu og nýttu sér það frábærlega og sýndu bara allt sem vopn. Þeir hittur öllu skotum, þeir voru að finna menn á köttinu og þeir yfirspila okkur bara gjörsamlega og eru bara, það er erfitt að keppast við svoleiðis. Það eru bara, hvað eru margir NBA leikmenn í þessu liði en mér fannst við bara koma alveg frábærlega í þennan leik í dag og hugarfarið var frábært og ætluðum að skoppa tilbaka eftir bara vonbrigðin í gær. Það var sárt og okkur leið illa í gær og stuttu tíma á milli. Þannig að við lærðum af því og við höfum bara gott af því að fá þetta mótlæti líka og höfum verið vanið því svona síðustu ár kannski að vera bara í einhverju svona, verið smá Cinderella story í kringum þetta lið, má segja. Við höfum verið að qualifya inn á Eurobasket 2 ár í röð og smá mótlæti, það er bara menn leiðir og sári, er ekki allt í lagi að bara, ég held að menn læri bara af því og við þurfum að nýta okkur á einhvern hátt og þetta fyrir bara reynslubakkanum mönnum og þetta gerist út í heimi þegar þeir eru orðnir atvinnumenn eða hvar sem er í lífinu. Þetta er bara körfubolti, þannig að það er bara upp með hausinn og áfram gakk, njóta þess að vera hérna og bara leggja sér alla fram og við erum að gera það. Munurinn á leiknum var alveg sjáanlegur frá því í gær og svo þessi leikur í dag. Samt niðurstaðan jafn stórt tap eða svipað. Leikurinn í gær svíður. Já, var meira effort okkur í dag. Já, það er sko, þú vilt skotin að delta. Þú vilt ekki klára leiki og hugsa ok, ég hefði getað gert svo miklu betur. Það er þessi þegar þú horfir í speilin eftir leiki að maður vill þetta bara, ok, þegar við spila okkur voru miklu betri við, ok, við lögðum okkar alla fram. Jú, við börðumst allt svoleiðis en það er bara taktíst og þessi skot sem við hittum líka þessi hluti sem við hefðum auðvitað getað gert betur og það er alltaf, það er ekki góð tilfinning að labba frá leik og bara hugsa maður, shit, mér langar að spila hann aftur, fá bara bjóð í það aftur og fá annan séns. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt og við erum bara hér og við ætlum okkur að gera miklu betur í dag og það eru 2 leikir eftir og við förum í þá til að vinna eins og alla leiki. Þér svona persónulega, það var svart og hvítt að sjá því síðasta leiku svo í dag. Það er skotið dutt í dag, ekki gær, skilur við. Hvað er þetta einhvers konar bara þú verður að taka skotið bara áfram á? Ég ætlaði bara að vera aggressífur í gær, ég tók fullt af skotum ég veit ekki hvað ég skoði ekki eins og datti en það datti ekki í dag og fílingur var bara annar og það er bara, maður dettur á leikja sem maður hittir ekki raskat og maður þarf bara að rífa upp hausinn og halda áfram og einbeita sér á næsta leik. Hörðu talað einhvern veginn að þú viltir að hafa stutt minni? Já, ég meina það voru minni en helli sólarhringar á milli leikja, akkurat sólarhringar, eða hvað sem það var. Mjög stutt minni, en við vorum mjög dán í gær og leiðir og svo hjálpaði ekki landsleikurinn fótbolta þarna kvöldið. Og þannig að, þessar dýfur maður, tilfinningarnar alltaf, maður þarf bara að læra að höndla þetta og vera þakklátur við það sem maður á í lífinu. Eins og ég sagði, þetta er bara körfuboltaleikur og við erum bara ótrúlega ánægðir og stoltir að fá að spila fyrir framan okkur fólk og taka þátt í þessu og munum halda áfram að reyna að gera okkur besta. Næsti leikur Slóvenía, annað frábært lið eins og öll liðin á þessum móti. Við ætlum bara að kýla á það. Við ætlum bara að kýla á þetta. Við höfum enga að tapa Við ætlum bara að kýla á það og reyna að gera okkar besta. Og við munum bara að fara að hitta öllum þessu skotum og vera kannski í close-leik í lokin. Það væri fallegt og það er markmið okkar fyrir þann leik. Eitt að lokum, við sjáum að Víkingklappi hefur verið tekið núna 2 leiki í röð. Er einhver möguleiki að fá leikmenn liðsins í að stýra því eða svona? Á bekknum eða? Já, eitthvað svona. Hafið eitthvað rætt þetta? Þetta er 4. Víkingaklapp spurningin frá þér. Ég er rosalega hlynntur Víkingaklappi í leik. Mér finnst það að vera alveg geggjað, það er bara gæsað.
það er erfitt að taka Víkingaklapp eftir 30 stiga tap. Það er bara hannig og mómenti verður að vera sko. En Víkingaklapp í leik er bara geggjað sko, það er ótrúlega flott. Það var nú einhver sem kommentaði á samfélagsmiðlum að þú hefðir ekki látið Víkingaklappi trufla Kristi sem skoraði þarna í fyrri hálfleiknum. Nei, mér finnst Víkingaklappið en það er kannski, það er nú óeðlilegt að fá ekki, það er erfitt að fá ekki gæsa á. Mér finnst það flott í svona miðjum leik en eins og ég segi, ég er ekki stemd fyrir eftir 30 stiga tap að taka Víkingaklapp. Skiljanlega kannski? Já, þú hlýtur að vera sammála og fólkið heima sko. Algjörlega sko. Við geymum það þá til við gerum einhverja betri hluti. Geggjað, takk.